verið velkomin í helgispjall á Samstöðinni. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin mjög góður gestur. Það Héðinn Unnsteinsson sem rithöfundur og ráðgjafi og svona eiginlega þjóðkunnur, ég veit ekki, frumkvöðull í geðheilbrigðismálum, má segja. Er það rétt svona, geðheilbrigðismál eða? Já, það ekki, ágætt bara. Já, þú náttúrulega hefur beittir fyrir svona, já, bara vakningu og ýmsir eru með geðorðin 10, þau ekki undan þínum rifjum runnin? Jú, og Elín Ebbe Ásmunds, þetta var svona rannsók sem hún kom með á og við þýddum og staðferðum á íslenskuðum og margarsættum. Svo sko, eiginlega bara frá því að þú komst fram fyrst, þá hefur nú eitthvað vatn runnið til sjávar, allavega hérna vakningu, þannig að mér langar, það eru þetta efni alveg sér viðtal sko að bara taka stöðuna á hérna þróuninni og stöðunni í geðheilbrigðismálum á Íslandi, hvað hefur einmitt þróast og hvað ekki, hvað hefur kannski vanþróast eða ef eitthvað hefur vanþróast. Þú gafst út þessa bók Vertu Úlfur, Vargus Estó. 2015. Það 2015 sko. Og svo var sett upp leikrit sem var svona svolítið vinsælt, mjög vinsælt í Þjóðleikhúsinu. Og þú tókst þátt í náttúrulega mörgum, það ekki svona málþingum og spjöllum í kringum? Jú, podcastum og allskins. Já, þannig að þú hefur nú verið svona dálítið ósyngur eða örlátur á hérna, þín ráð og þína pælingar varðandi geðheilbrigðismál og ertu ennþá alveg virkur í þessu málum eða ertu smá? Nei, miklu minna en ég var, ég reyndi að velja bara meira í þögn núna. Já. Maður þarf þess inn á milli, sko. Þú varst sko framkvæmdastjóri Geðhjálpar, ekki? Formaður Geðhjálpar, já. Og svo bara... Ég var þetta alltaf saman tíma, ég var formaður Geðhjálpar, ég var stefnumótunarsérfræðingur í forsætisráðuneytinu og svo fór ég í nám í sálgæslu líka á sama tíma, þetta var svona svolítið mikið. Og svo hætti ég sem formaður Geðhjálpar og hætti svo í forsætisráðuneytinu. Þannig að, já, ég svona dró mig þessi hlé bara eftir þessi, ja, þetta voru 3-4 ár, ég meina sýningin var þrjú leikar á félagunum. Já, vá. Þetta var svona svolítið álag. Já. Þannig að það var ágætt að draga sig aðeins í hlé. Það var svolítið gaman að hvernig einmitt fólki sem tók þátt í sýningunni voru að tala sko orkuna sem að var reyðilega sem upplifðu í bara ég vera að leika þig. Já. Og raunverulega þá þessa svona hvernig menn einhvern veginn líku brunnu út bara eftir hverja sýningu. Já, svona orka tengist þú alveg mikið eldi og lofti, sko. Já. Það aðeins minni jörð og vatn í þeirri orku, sko. Það var nú samt svona vatn, það var rosa flott leikmyndin og var nú vatn sem að lag, ekki? Jú. En vantar, já, mér langaði mig til þess að því ég sá þarna, þú sendið mér fyrirlesturinn þar sem þú gengur svolítið út frá frumefnunum. Já, ég svona þess að fjalla með þessi jörð og vatn og loft og eld og svona þessi grunnfrumefni í okkur sjálfum, sko. Og hérna oft þarf maður að vinna með antagonistana. Ég var alveg mikil eldur og loft og þá þarf ég svolítið meira að vinna með vatn og jörð. Fara mikið í sund og... Já. Og ég tengja sér að því stundu þarf maður að hægja á. Því að í mínum huga er þetta þríþætt, sko. Við hugsum 60-70.000 hugsanir á sólarhring og hérna við skynjum og við erum flest með 5 skynfæri og sumir kannski hafa einhvern tíðan haft 7. aðeins opið átt ósýnilega vinir sem börn eða eitthvað. Já. Og svo erum við tilfinningaverur og þessi 3 þættir svona grundvallar tilvist okkar og stundum þarf maður á því að halda að hægja á hugsunum sínum. Það er einhvern veginn að hemja þær. Af því það er þessi munur á að sko við erum svo upptekin að því að gera þessu rík sögn og hérna hugtæki tilvist okkar þjóðar. Þetta er önnur spurning sem við fáum í samkvæmum eftir að spurða nafni og hvað gerirðu. En við þurfum svolítið líka að einblína á hittorðið sem er að vera, sko. Og það er lífvera og mannvera og nærvera og samvera og mörg falleg orð, sko. Já. Og stundum þarf maður líka bara að læra það að vera. Já. Á þess að vera endilega að gera eitthvað. Þannig að vera okkar er svolítið
grundvöldu af því sem við gerum sem hann á endilega ekkert að vera. Það einmitt svona, ég man eftir ykkur staðar í útlöndum þá spurði ég þessari spurningar bara strax, hvað gerir þú? Já. Þá var það upplifað svona sem hálfgerður dónaskap, eða svona, sem mjög svona framleipin spurning. Ágeng spurning. Já, hvað eitthvað svona, eins og maður væri að staðsetja einhvern í einhverju hýrarki, hvað ertu í rittara, ertu yfir eða undir svona. Já, stöðutaka. Já, en maður þarf eiginlega, temja sér þetta bara, og kannski bara einmitt ekki endilega að spyrja, heldur bara að skynja það, sko, hvar ertu stattur? Er það þannig að þú talar um hugsunina og svo er það skynsviðið? Skynjunin og eins og jafnar út frumefnin, þarftu þá stundum að kannski auka skynjun, eða stækka skynsviðið þegar þú ert of mikið að hugsa? Ég geri það þannig með að bara lágmarka skynáriti stundum. Skilur, þá fer ég lítið meðal fólks kannski og mér finnst allt og mikið, til dæmis sitja á læknastofu eða eitthvað á hátónlist og mikið skynjun og stundum er ég óbærslega ljósnæmur og þá setja ég prófgleraugu eða maður bara lágmarkar skynjun sína og hvílir í því, sko. En svo á öðrum stundum er maður góður í orku og þá getur maður aðeins lyft sér meira. En þetta snýst svo mikið tilvist okkar, snýst svo mikið skynjun, sko. Og þess vegna tók ég með þetta jörð og vatn, sko. Þetta er svona á harmoníu hérna, sko. Hvaða jörð er þetta? Þetta er steit sem ég fann upp í vatn sem heitir Vikravatn í Borgarfirði og er upp á fyrir ofan Hreðavatn og Selvatn upp í Norðurárdal og þar á ákveðnu svæði við vatnið eru svona óbúslega sérstakir steinar, svona rauðbrúnir gljáandi steinar. Já, hérna. Mjög sérstakir, þannig að ég leiði mig þannig að taka einn svona metis af í vasanum, sko. Af því að þetta er líka einn skynjun okkar, það er sem við hugsaum kannski ekki oft en það er snertiskynjunin og húðin, sko, að skynja með snertingu. Og við kannski snertum alltaf mikið bara þessa skjá í dag, er það ekki? Alltaf og fáum alltaf rafmagn svolítið þar. Fáum svolítið rafmagn þar, já, og alls konar myndir. En ég man eftir því ég las þessa bók að mér fannst hún alveg heillandi þessi bók og stórkostleg, sko, bæði sem einhvers konar sjálfshjálparrit eða svona, eða umfjöllun geðrænar áskoranir eða já, þess að næmni, sko, markmið var ekki að lýsa bæði, sko, þessari háu skyntíðinni, sko, að nema allt svona ofbóðslega sterkt, eitthvað að skýra það út frá rafsvölsviði því við erum alltaf bara rafmagn og hjartaða rafmagn og að skýra þetta hypersensitivity, sko, og svo líka þegar það kemur að hugsununum að reyna að útskýra hvað er hérna en að gæðslappa ranghugmynd. Hún er alltaf bara rétt hugmynd þegar þú færð hana en aðrir sjá hana þessi ranghugmynda því það skortir eitthvað svona lógist tengslaminstur þar á milli en tengslaminstur er ef til í huganum að þér að því þú ert ekki búin að leggja saman þversum að bílnúmeri og tengja það við eitthvað annað en aðrir bara áttar sig ekki á því, skilur. En það er alltaf svona ákveðin skynsemi í geðvikinu, sko. Já, ekki nóg með það, það sem ég fannst þetta að vera svo falleg bara líka skáldskapur, sko, eða þess að þetta er fallegur texti. Textin, já. En hann fór í gegnum, sko, svolítið smiðju, sko, vegna þess að ég byrjaði að skrifa bókin í þriðju persónu. Það var bara sárt að skrifa ákveðna atburði þarna í fyrstu persónu. En svo eftir sem tími leiða því að tók 6 ár að vinna hana, að fór ég í aðra persónu og sagði þetta í annar persónu, þú, og svo enda ég í fyrstu persónu og ferli einhvern veginn gaf mig það líka sem gjöf að fá svona closure eða svona lúkningu með fyrirgefningu. Þannig að þetta var svona katharsis líka skrifin, sko. Já, og það er náttúrulega meiri nánd í fyrstu persóninni þegar þú hleypir okkur alveg, sko, að þér einhvern veginn og maður fær að vera og maður gerir einhver, það er alltaf þessi samningur sem er í svona sjálfsæfisögum einhvern veginn þegar það er fyrsta persónan, að það er svona það er einhvers konar samningur sem að textin gerir við lesandanum að maður trúir, þú veist, maður tristir þér að þú sért að segja manni satt og þú sért að segja eins og þetta, þú upplifir það og svo náttúrulega kemur samt skáldskapur og allt það og maður bara Já, svo leiði ég mér að setja nokkra ferskeytlur á þennan milli, sko, á nokkur stöðum. Já, en það sem ég fannst að vera athyglisvert er líka þetta að þegar þú ert að lýsa þessu, sko, þessu ofurnæma og sko, þessari ofurnæmu líðan rétt áður en þú eða þegar þú ert svona að byrja í manju, að þá
ertu sko lýsingin að þú ert svo ofur mannlegur, þar að segja að þú veist, það svo mikil raunverulega samlíðan maður og kærleikur. Hjarta á erminni, svo sagt á ensku sko. Svolítið þannig opaslega svona heiðarleiki gagnvart tilfinningum sínum. Það er það. Og líka nefni gagnvart einmitt sko gagnvart rafmagni, gagnvart öllu þessu áreiti sem að er og löngun í einmitt heiðarleg tengsl. Og löngun kannski líka í það tíðni sem við tengjum best við sem er náttúran. Tíðni náttúrunar er aldrei skaðleg fyrir okkur og það er ástæða þess að við leitum í náttúruna af því að það er einhvern veginn við erum samleið með náttúrun ekki, við erum partur af. Og þú nefndir að þú hefði fengið þennan stein svona, sem var lítinn út eins og lausnarsteinn gamlu sem að konur hafðu með í fæðingum. Lítur svolítið þannig út. Sko, er hann frá Borgarfirði, átt þú ekki þér þinn samastað? Jú, ég á svona lítið hús sem afa minn byggði við Reyðarvatn. Þannig ég á svona helgvið þar sem það er vatn á 3 hliðar og nesi svona og ákvæmlega mikið kyrrð og ég hugsaði með mér til þess að áður en ég tók rafmagn. En þú hefur gert það? Já, ég gerði það. Nei, því að stundum á mjög kyrrum kvöldum og þá heyri ég smá suð í kassanum. Þegar maður venst í. Já. En svo ertu ættaður að norðan líka. Það er svona þessi skriftartaug. Já, ég er 1/4 Borgfirðingur og Lundrækjadal. 1/4 úr Flati á Breiðafirði, 1/4 úr Stykkishólmi, ömmu mínar báðar á Breiðafirðinum og svo var afi minn barnabarn Benedikts frá Auðnum úr Suður-Þingeyjarsýslunum og þar kemur svona ég held ekki það, ég sé það eftir stúdera sko þennan sjúkdóm geðhvörfa ef ég skoða svo ættartréð og þá á ég fullt af fjarskildum ættingjum sem núna er á lífi sem margir eða mörg hafa greinst með hennar sjúkdóm sko, þannig að það er alveg ljóst hvaðan þessi taug kemur sko. Og þar voru þarna skáldkonar Hulda, systir langömmu og náttúrulega Benedikt á Auðnum þessi framfara maður kall sem hann var sko, framfara maður og mikill svona framsýnismaður sko og stofnar hann fyrsta kaupfélagið og svo er það samvinnuhreyfingin og gríðarlegu menningar svona samfélagspáfi svona mentor fyrir Jónas og Hriflu og heilmikil endurist sko og hann áhugaverð ævisagan hans sem að Sveinn Skorri Hörskuldsson skrifaði og svo náttúrulega bara þessi kveðskapurnar, þessi ljóð hennar Huldu, Auðnar Bjarklind þannig að það er heilmikið sköpun í þessum legg hérna frá Þingeyjarsýslu en geðvíking, eða fyrir ekki við geðhverjum koma klálega það sko. Já, hvað er svona forðast að nota orðið geðveiki núna fyrst þér, er svona? Ég er mjög bráhært að skoða þetta, skilur þess á ensku, þá byrjar þetta í lunacy, tungsíki, tengt við tunglið. Næsta orð sem kemur á ensku er sko madness, eða brjálæði eða brjálsemi. Svo koma þær á ensku með mental illness eða geðveiki og núna í dag nota þær mental health problem. Já. Þannig að á íslensku höfum við kannski farið úr tungsíki, brjálsemi, geðveiki, geðsjúkdóm. Sturlun það var nú. Jú, svo núna erum við komin í geðræn áskorun. Líka vegna þess að það er svo miklu meiri fjöldi núna sem er með eitthvað konar greiningar eins og kannski veist að þá hafa greiningunum fjölga frá 1883 úr 6 í tæplega 600 í dag. Þannig að það eru svo margir sem eru greindir með eitthvað frávik. Við höfum nú svolítið rætt það. Við hittumst einhvern tímann til og þú benti mér á merkilegan fyrirlestur, ég man nú ekki hver það var sem hélt fyrirlesturinn en þetta eiginlega veldi sko amerískra geðlækna og þeirra, hvernig þeir hafa búið til þeirra manúel eða handbók yfir allar þessar sem að geðrænu áskorun sem síðan einhvern veginn virkar voða vel fyrir lyfjafyrirtæki. Jú, en gott og vel með þá viðleitni en það sem við höfum bara verið að benda á og svo margir aðrir að á endanum er þetta alltaf huglegt mat á huglega ástandi. Það er engin hlutlægir mælikvarðar eins og blóðpröfa, þvagpröfa, röntgenmynd eða eitthvað sem getur sýnt fram á frávikið. Og þá stendur maður eftir með þessa metafísísku heimspekilegu spurningu sko
hversu mikið þarf að vera til þess að sé eitthvað að og svo það hitt með geraskannar að það eru oft persónutengdar og það náttúrulega snýra fordómum og mismunum að við munum eftir mönnum, já Jón hann geðklofi en hann kannski ekki geðklofi og þegar maður ber það saman við aðra sjúkdóma þá kemur þessi frasi sko að þó að fáðu kvefa þá ert ekki kvef og áttu þó eitthvað að vera geðröskun þú skilur mig að við samsum ekki algjörlega eins og þú nefndir einhvern eins og þú segir núna Íslendingar vilja vita eða kynna sig með starfseti en þú varst einhvern að tala hér að það væri nú þannig að menn bara eiginlega kynntu sig með greiningunni sinni sko ég heiti Oddný og ég kvíðasjúklingur það kannski svolítið orðið en það alltaf betra finnst mér að skilgreina sig út frá styrklingum sínum heldur en frávikum eða myndum frávikum og ég svolítið verið að ræða þetta eins og núna ég smá að veita ráðgjöf og vera svona til staðar fyrir 20% á Kleppsspítala og það alltaf svona teymisfundir á mótnana það sem farið yfir fólk sem bara besta mál og ég stundi verið að veltaði fyrir mig hvort að þetta bætin í dálkin skilur hver eru styrkleikar þessara manneskju bara þess að vega aðeins upp á móti sko ég ekki að gera lítið úr því þeim erfileikum og þessum röskunum fylgja það ekki það er bara einhvern veginn aðeins að sjá manneskjuna sjá manneskjuna líka kannski hefur komið sem betur fyrir er ekki bara lyfjafyrirtækin með þessar greiningar í sinni heljar greip heldur finnst manni komið svolítið svona bylgja af skrifum og pælingum bara heilan og skynjunina og einmitt þetta svona eins og ofurnæmni eitthvað bara okkar svona, meiri kannski skilningur á því bara hvernig við erum hvernig heilin og hugsaður eftir til dæmis COVID og þeir sem eru að kljást við afleiðingar langvarandi afleiðingar vírussýkinga af einhverju tagi COVID að þá kemur ljós að það einmitt oft þessi einkenni sem þú ert að lýsa ljósnæmi eða sem að bara maður hugsa með sér, ok, ef að þessi einstaklingur væri að lýsa þessum einkennum og væri ekki vita að hann hefði fengið COVID að þá fengi hann pottið á sig geðröskunar greiningu, þannig að það er ekki eitthvað svona er ekki eitthvað opnast Jú, það er heilmikið jákvæmt en það bara, við vitum bara svo lítið heilan við vitum að það er einhverjum 86 til 100 miljardar taugafruma hver og einn þeirra með 15.000 tengingamöguleika þannig að það geta myndast ný tengsl alla ævi, við getum skipt skoðun skipt stjórnmálaflokk, skipt maka skipt vinnu, við getum gert hluti öðruvísi farið annan skáp í sundlögunum jafnvel það skilu það en svo vitum við því að heilin þarf alltaf að hafa eitthvað að hugsa og hann getur bara að hugsa eitt í einu og það sem hugsa það vex en það eru mikla rannsóknir alltaf en það er svo margt sem við eigum ólært sko heilan og tala ekki við fyrir að tala eitthvað aðeins dýpra sem vitundin sko hvað hún þá ertu farin að koma annars svo niður í svona einhverjar frumspyggilega pælingar og ég veit ekki eðlisfræðilegar en svo líka út í bara eiginlega hálfgerða mystík, er það ekki? Jú, mystík, jú. Það er nú það sem hefur fyllt þessar umræðum hugvíkandi efni af því að þau opna á mystíska reynslu og hjálpa á nefa mjög mörgum en við erum einhvern veginn að finna þá leið sem þau munu fara inn í geðheilbrigðis og heilbrigðiskerfin en það mikla rannsóknir og þá getum við kannski ekki notað efnin sjálf heldur þurfum að búa til synthesískar lausnir á efnunum svo kapitali getur nú fengið einkaleyfi á efninu þegar það kemur að því að fæst samþykkt af lyfjaeftirlitum Evrópu og Bandaríkjanna þannig að það verður áhugavert að sjá hverju þau breyta því að það hefur svo lítið gerst einhvern veginn framfara og tengt lyfjalega séð í geðheilbrigðisfræðinni bara svo því SSRI-lyfjum komið bara upp á 90 Jú, við erum með betri taugahamlandi lyf en það er mjög samtíma lítið gert með þetta eru 30 ár Þannig að það er miklu meiri náttúrulega nýsköpun og þróun í hernaðartólum heldur en svona geðlyfjum kannski? Já, kannski snúið að bera það saman en jú, má segja það
En það var allavega heilmikill peningur fyrir lyfjafyrirtækin, þessi SSR eða hvað hétu þessi lyf sem voru... Góður, já, mjög mikill peningur. Er ekki alveg ofboðslega margir í heiminum á svona, í þessum velsældar hluta heimsins? Jú, það er ansi hátt hlutfall. Og oft reynist erfitt líka að hætta þeim. Þetta er svona, gelensan er svolítið svona trial and error, sko. Þetta er svolítið eins og að gera við armbandsúr með svona, með það þarf að prófa ýmislegt áður en kannski eitthvað virkar. Og maður veit ekki alveg svona, þetta er svolítið blindstundum að því að það þarf að prófa þessu áfram, þetta virkar á einn en ekki á annan og eins og ég segi, þetta er svo huglægur bransi. Býrnilegt hættuleg tilraun þar sem að einmitt tilrauna dýrin eru í viðkvæmni stöðu og kannski mikill vanlíðan og mega ekki við svona miklum villum eða þannig. Nei. En þú sko ert með þessa taug þarna norður í land sem er, ég veit ekki, það er náttúrulega líka Benedikt langafaðinn, er ekki langafaðinn eða langafi. Já. Hann skrifaði en hann er náttúrulega með þessa svona framfara hugsun og svona framkvæmdasamur og þú hefur nú verið það svona í framkvæmdum á Íslandi og ráðgjöf og geðhjálp og svona en er komið að því núna kannski þú bara einmitt fara að skrifa meira og... Já, kannski, sko þegar ég veikist fyrst þá fékk ég strax þessa löngun að vilja hafa áhrif á þetta kerfi skrifaði bækling geðhvörf og svona og það eru 30 ár liðin en á einhvern veginn fyrst stóð maður fyrir utan kerfið einhvern veginn og rákum þetta verkefni geðrækt og svo ákvað ég ætla bara að sækja mig menntun hérna í meistaragráði þessu stefnumótun og geðheilbrigðissviði og fór svo inn í kerfið. Fyrst fór ég til HÚ, Alþjóða heilbrigðisstofnunar og svo inn í heilbrigðisráðuneytið og svo í forsætisráðuneytið og þetta tók 20 ár einhvern veginn og drifkraftin var alltaf hérna reyna að hafa áhrif á kerfið innanfrá sko. Infiltrera hérna en svo kemst maður ekkert að því líka fljótlega að ramminn sem þú ert komin inn í er kerfisrammi sem er mótaður af kúltúr og strúktúr eða menningu og strúktúr. Þannig að öll viðleitni til breytinga má sín mjög lítil og þetta á við allt stjórnkerfið, ekki bara geðheilbrigðismál, bara allt stjórnkerfi, öll kerfi. Ramminn er oft mjög þykkur þannig að eins og sé viðleitni til breytinga þú þarft virkilega að hafa tvennt í huga þar og það er að þrýstingur og tími að þrýsta á eitthvað hlut ákveðin lengi þá fer hann kannski að hreyfast en þannig að kerfi eru mjög svona seigfljótandi sko þannig að já það er kannski svona ég steig út úr kerfinu fyrir 2 árum og því að svolítið búin að bara kom tími það bara orðið ágætt. Já, menn þurfa náttúrulega að skiptast á er það ekki bara þetta er svona langvarandi viðnám. Já. Og það þarf að vera viðleitni hjá pólitíkinni að breyta kerfum en tala oft það að nýja ríkisstjórnin hafi kannski svona fyrsta árið þess að reyna að hafa eitthvað smá áhrif á kerfið svo næstu 3 er svona bara að keyra áfram rútuna þannig að það tekur tíma. En þegar þú varst í HÚ var það þá sem þú fórst til Austur-Evrópu að skoða aðbúnað? Já, ég var mikið á ráðstefnum og fundum og skoða geðdeildir og taka þær út niður í Austur-Evrópu. Mest var ég niður í Albaníu, held ég að fara 7 sinnum til Albaníu og svo var það Búlgaría og Eystrasaltslöndin og fleira og það var einhvern veginn, það kom rosalega, mér kom það mjög óvart að sjá hversu óbúslega aftalega meirinni eða hvað þetta voru dragonískar aftur mjög slæmur aðbúnaður sko á þessum geðdeildum ef hægt er að kalla geðdeildir margar sko. Getur listið eitthvað svona aðeins fyrir? Já, ég meina ég kynntist þarna þessum búrarúmum sem ég hafði bara heyrt talað sko. Það var í Slóvakíu og það var fólk í búrum og deildirnar eins og eru Albaníu þessi sjúkrahús voru algjörlega fjársvelt eftir að kommunismi fjall að þá var þessi geiri mjög hart úti og þeim var raun og veru bara viðhaldið í gegnum þróunaraðstoð sko í gegnum DFID, bresku þróunarsamstofnuna og SIDA og einhverjar hollenskar og fleiri sem fjármögnuðu stóran hluta af rekstrinu bara en aðstæður voru mjög slæmar. Ég meina þetta var kynjaskiptadeildir
allir skjólstæðingar voru meira með á náttfötum með einhverjum svona allir í sama gallanum, bara svona eins og einhverju bíómynd. Já, og aðstæður voru mjög slæmar og margir og einhverju voru þarna manni, ég hitti manni í Albaníu sem, að því að deildirnar voru notar tímum kommunismans sem fangelsi, sko. Þannig að ég hitti einn að niður í Albaníu í Tirana, sko, sem var hagfræðingur, aldrei neitt verið að hann, sko. Hann bara með óþægilega skoðanir fyrir Hoxha og var komið fyrir á geðdeild og ég spurði okkur ekki farin og þá sagði hann, ég hef enga stað að fara og hann var bara stofnanavettur. Þannig að þarna var maður sem aldrei neitt hafi verið að og deildin bara nótuð sem fangelsi fyrir hann. Þannig að þetta voru svona aðstæði sem maður aldrei geta ímyndið sér og átti náttúrulega ekki að venjast hér heima fyrir, sko. Nei. Og svo bara voru það svo kaldar og veist, það var ekki myndir, það var ekkert að vekja og þetta bara mjög kalt umhverfi. Og hafði þetta verið slæmt í kommunismanum eða Sovétveldinu, sko, og var orðið eiginlega verra? Verra, já, því að bara fjármunir urðu verst úti, geðheilbrigðismál urðu illa úti eftir að kommunismi fellur. Bara fólki gleymdist og svo var öllu blandað saman, þarna var bæði fólk með geðraskanir og geðsjúkdóma og svo líka var þroskahamla fólk. Þannig að það var einhvern veginn, þetta var svona bara eins og geymslustaður og allir á náttfötum eða einhverjum joggingolum, allir eins og... En fyrir því persónulega svona, sem kemur hérna sem embættismaður og var þetta ekki svo náttúrulega er þetta líka að skoða þetta svona eins og mannfræðingur og rithöfundur eða þannig, já. En svona sem einstaklingur bara, var þetta ekki kannski með þína sögu líka? Jú, þetta var bara erfitt, mjög erfið reynsla. Ég man oft kom fyrir að ég kom heim á hótel og bara grét, sko. En svo skrifaði ég úttekt eftir allar heimsóknirnar og svo úttekt fór til HÚ, til okkar, og til heilbrigðisráðuneytis viðkomandi lands, en það skipti engu, þessi lönd hafa náttúrulega sitt fullveldi og þurfti ekki að taka mark á einhverjum frá einhverjum Sameinuðu þjóðastofnunum, sko. En alltaf mætti maður góðu starfsfólki og velviljuðu og það vantaði ekkert upp á það. Nei. En aðstæður voru bara svo gjörólíkar frá því að maður átti að venjast eins og á Vesturlöndunum, sko. En hefur kynst því þá, hefur líka ferðast eitthvað farið að milli stofnana í Vestur-Evrópu eða annar staðar í heiminum? Ég geti minnaði því ég var hjá HÚ, en svo núna seinna árin ef ég ferðast aðeins með bara sem formaður geðhjálpa með heilbrigðisráðuneytinu og Landspítalanum að taka út fyrirmyndir og mögulega fyrirmyndir fyrir nýja geðdeild en í húsnæði geðþjónustunnar hérna sem án að fara að byggja henni í Fossvogi vonandi. Þá er ég skoðar í Danmörku og Skotlandi og Noregi. Það er náttúrulega bara það er ekkert að bera það saman, sko. Nei. Það er miklu betra aðstæður en með þess að hér, sko. Og það er svo kannski ekki mikið til, Hringbrautarhúsið hefur lengi verið gagnrýnt, sko. Já. Þannig að það er virkilega hægt að gera þetta vel, sko. Þannig að nú bíðum við bara spennt að sjá hvernig nýbygging verður og mér finnst það rosa mikilvægt fyrir geðþjónustuna núna næstu 4 árin með að vera að smíða þetta hús, sko. Að það fólk spyrji sig alvarlega þeirra spurninga hvaða menningu ætlum við að skilja eftir hérna á Kleppi og Hringbraut og hvað ætlum við að taka með okkur. Að því þetta er svo stort og mikið tækifæri til að breyta þjónustunni og svo náttúrulega er áhugavert að sjá til dæmis hvað verður Kleppsspítala. Er það geðveikt hótel eða hvað kemur þangað og hugsa þetta í stærra samingi eða verður tekið upp að sigla með allan varning á Þorlákshöfn og keyra á milli til þess að spara olíuna fyrir að sigla fyrir Reykjanesið og skipafélögin hverfa bæði og hitt hvor meginn frá Kleppsslóðinni. Hvernig kemur þetta land til með að þróast og hvað væri æskileg starfsemi í húsi eins og Kleppsspítala það sem að sagan bara kemur í veg fyrir það að þú mátt ekki rífa húsið. Nei. Þannig að þetta er flott hús í sjálfu sér. Já, ég var að finna því bara eitthvað annað hlutverk. En er þetta ekki, sko, þegar þú ert að lýsa að því kannski þegar maður er að tala um kommunisman á Austur-Evrópu þá er svona kannski tilhneiging til að hugsa þetta í pólitísku samhengi sem sko sósíalismi sé ekki góður fyrir geðveikina en má ekki eiginlega segja að þarna sé þetta eiginlega frekar eins og alræðisríkið. Þetta er eiginlega þetta eins og þú ert að segja með hagfræðingi. Þetta er þegar kommunismin er komin mjög langt frá sínum sósíalíska uppruna og er komin í það bara að útiloka allt sem er
óþægilegt og þá náttúrulega verður mann að hugsa til Ameríku núna. Já. Veistu hvernig ástandið þar til dæmis? Í Albaníu núna? Nei, í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum, já. Ég hef ekki kynnt mér þannig sérstaklega. Ég held að bara, ég myndi ekki vilja leggjast inn á geðdeild í Bandaríkjunum. Nei. En ég svona, svo hjóma líka eftir eins og niður í Albaníu og svona mannfræðilega og félagsfræðilega allt öðru þessi samsetning á samfélagi. Það er mjög patrískt samfélag. Þannig að á fundinu til dæmis notendafundi eða aðstandendafundinu til dæmis ef við fundum aðstandendum og þá komu bara karlmenn því þeir bara voru höfuð fjölskyldunar og sáu þessi mála meðan að sambærilegum fundum á Vestur-Evrópu komu 70-80% konur þannig að konurna voru einhvern veginn bara ekki til staðar maður sá það varla eins og í Albaníu en eins og ég segi þessi staði voru notaðir sem pólitísk fangilsi og svo hitti ég menn sem opnaði skýrturnar og sýndi mér brunasárun eftir síkarturnar og pyntingarnar þetta var bara þetta var ekki grín sko að liggja þetta inn á geðdildi eins og í Albaníu ef maður ætti að panta að leggjast inn á geðdildi einhvers staðar í heiminum af því sem þú þekkir verða þá Noregur helst eða? Danmörk, Noregur meðan Normenn eins áfram með lyfjalösa deildi mér að prófa upp í Tromsø einn deild þar svoleiðis Nú ég heimsótti deildir í að við fórum hérna þessa ferð Páll Matthíasson, Anna Brím og Helga Sigur Ráðundinu og fleiri og Skotland var ekkert slemt heldur sko. Húsnæði hefur svo rosa mikið að segja eins og í Danmörku og Noregi Danmörku, þetta var alltaf einni hæð einhvern veginn og garðar og já bara og svona einhvern veginn allt öðru í umhverfi Svona þetta raunverulega reyna að vera að tengja svolítið út og inni og tengja náttúruna inn í húsnæðinu Jafnvel bara með pottablómum að það er betur en ekkert kannski Já En þróun hefur einhvern veginn verið þannig undanfærið að sko legurnar hafa styðst svo mikið fólk liggur miklu skemur inn í bráðaveikindum heldur en áður ég man alltaf að ég lá fyrst inn í 94 og var ég inn í 77 daga í sambærilegum veikindum í dag myndi ég kannski fá mestalagi 20 sko þannig að það hefur breyst og rúmónum hefur fækkað það nú svona deildar meiningar það hvort að þeim þurfi ekki að fara að fjölga með eitthvað aftur og svo náttúrulega þessi réttarmál sér kaplutur fyrir sig sko eins og réttargeðildin þar menn búin að vera svimur kannski mjög lengi þar inni að því það skortir úrræði út í sveitafélagunum en það er náttúrulega heil umræð út fyrir sig Já, við erum einmitt svolítið að því þetta er helgispjall hérna sem við erum í á Laugardalsmótum og þá eiginlega svona já, sko, þú náttúrulega hefur sko blessunarlega blanda þessu svolítið saman, þessu sviðum þú hefur ekkert eitthvað aðskilið að þú sem þín persónulega saga og þú sem fagmaður svona og embættismaður raunverulega, þannig að það er kannski það sem er óvenjulegt sko, að þú ert ekki bara hérna fórnalab einhver kerfis, ertu líka eða sko, þú veist, þú ert hvort tvekja en í þessu viðtali þá ættu að reyna samt að fara meir út í þína persónulegu sögu þótt að það sé freistandi líka að heyra bara núna heyri í þér varðandi bara stöðun á Íslandi en ef að reyna svona Já, ættum að tala um reynum hérna að því þetta er þetta svona persónuspjallið sko og við vitum núna með ættina þína sko semst þessa þræði og þú þykist vita það og við þykist vita það að geðveiki bara kallum að svo leiðis hún er einhvers konar ættgeng Já, þessi næmni og þessi geðhvörf sko, þessar sveiflur og það er oft svona einmitt styrkleikarnir og veikleikarnir eru á sama sama pól þannig að einmitt þessi þegar það er eins og þú lýsir þannig skáldskapur og mikil svona umbótavilji Já fyrir norðan í þinni ætt þeim þræði mikið svoleiðis En getur þú farið síðan í hina þræðina? Já, sko, ég þekki minnst til Þingeyjarsýslunnar af því að afi mig Héðinn Jónsson kemur með veika konuna sína hérna til Reykjavíkur að hún leita lækninga við Berklum á Vífilsstaðaspítala og deyr þar og svo þegar hann er leiðinni norður aftur þá stoppar hann á Kaupfélagsstörfum í Borgarnesi og fær vinnu og kynnist ömmu og fer svo ekkert norður sko, en deyr svo 1950, bara 50 ára aldrei, þannig að ég veit svo lítið og tengingin norður var aldrei mjög sterk sko við ættfólki þar en sko föðurafi minn er á Skálparstöðum í Lundreykjadal og þar hefði sama kynslóðin búið
í marga kynslóðir sko, og allt voru þetta meira meina kúabændur þannig að mikið jarðteking á skálpastöðum og svo fjölskylda svona praktísk sko, nota svona setningar eins og já, það alveg rakið það alveg rakið sko, gera það svoleiðis og strakitísk hugsun og vangaveltur svona hvernig framgang mála í efnisheiminum sko. Þannig að það svolítið skálpastaðatenging og hestar og kýr og það ættingja minni búa þar ennþá. Það svo mikil jörð. Já, rosa jörð þar, mjög mikil jörð og svo kemur loftið og eldurinn þarna á Þingeyjarsýslunum og svo þessi Breiðafjarðartenging móðuramma mín Flatey á Breiðafirði fæðist þar en hennar ættbogi kemur af Vestfjörðum Kolsvík, ég sést að Kolsvíkurættinni og það svona framkvæmda fólk líka, mikli framkvæmda menn, Björgólfur Tór og eitthvað fólk sem eru þessari familju öllu saman og svo það föðuramma mín, hún er úr Stykkishólmi og pabbi hennar var Sigvaldi Valentinsson, skipstjóri og hafsögumaður í Stykkishólmi og hann semst ferst með allri áhöfn 1924 og það var svona áfall fyrir fjölskylduna sko, því að hann er búsettur í Stykkishólmi með konu sinni og 3 dætrum átti svo reyndar aðra dóttur á Akureyri en svona inn á milli eitthvað, hann hefur stoppað þar í höfninni og þennan morgun þannig 28. janúar 1924 að þá sko fer hann út klukkan 5 á morgni og gáði veðurs og stýri þarna bát sem heit Bliki og bróðir hans Oddur Valentinsson var bátur sem heit Baldur sem var svo seinna flóabáturinn Baldur. Þannig að þetta eru þessi 2 bátar þessar bræðra, mikli sjósóknarar og svona hamramir menn sko, eins og þeim lýst. Hamramir, já. Og hann fer út og hann hættir við að fara. Hann lýst ekkert á blikuna og fer aftur í sæng og þá vaknar elsta dóttirin líka, amma mín, og hún er þarna 17 ára eitthvað svoleiðis, 1906 eða 24, já, 17-18 og hún fer út líka og þá sér hún að Oddur, bróðir hans er að fara ít úr vör með sína menn á Baldri og þetta hvort ekki ég er ekki klár hvort það var mótorbátur, ég held þessu fyrstum mótorbátur komnið þarna, nema hann er að fara út og hún fer aftur inn og ítir pappa sínum bróðirinn er að fara og þá fer Sigvald út aftur og ákveður að fara og svo hádegi gerir alveg snældu vitlaust í janúar veður og Baldur kemst í var og kemur aftur í hólminn en það sást aldrei neitt tándunni hann Bliki fórst með 6 mann áhöfn og þar deyr hann og druknar og 18 ára og 17 ára dóttir hans veltir fyrir sér orsökum og afleiðingum þessa lífs og ég held að þetta hafi verið mikið áfall fyrir ömmu mína og þetta er eitthvað sem var aldrei rætt náttúrulega og hún svo seinna giftist afa mínum og þau eignast 8 börn en 7 komust til manns en þetta er eitthvað sem ég hugsa allan mikið og lesi heilmikið allt sem ég komast í þennan mann og konuna hans Guðlaugu og Guðbjörgu segi og velti þessum hlutum svolítið fyrir mér hvernig áhrif þetta hefur haft sko, og litast niður svo í ættina því að sko föðurætti mín talaði aldrei tilfinningar með móðurættin gera það mikið þannig að þetta var svona, ég fekk svona tvíbóla uppeldi þannig lagað en þarna er samt sko byrju fyrir ekki núna semst að því ég fyrst þarna í jarðefnunum að þetta var alveg fullkomnast þarna semst að það væri jörð og loft fyrir norðan en vatnið er þá vatnið í Breiðafirði og jörðin í Borgarfirði en getum við sagt þá að vatnið standi fyrir sko líka eins og innsæi ömmunar dýpt og innsæi að hún sér umverulega í tengslu með þetta en hlustar ekki sko hún hlustar ekki á pappa sinn nei, það er þarna sem kemur þessi keppnisella það er kappsemin sko, og það er mjög ríkt í mér
að keppa og ná árangri keppa við bræðurnir eru að keppa já, allir að keppa sko, það er keppni allt ég man, ég var barn sko og við fórum að Borgarnes upp á Skálparstöðum og bræður pappa og allir fóru og amma og þá var kapp það hver er fyrstur uppbyttir á jóladag skilur bara kappakstur og það var öllu í föðurættinu snúið upp í keppni en að meðan keppnin í móðurættinu var bara svona hver gat best rakið ættir á ættamótum og ammælum og svona svo sem gat best tengt og endalaust tengt hann sonur hennar og bróðir hennar og þetta hann vann sko að meðan keppnin hinum megin var meira svona efnisheima keppni allir sko keppnisskap svo kallar allir það sé sko ættgegt eða þú heldur að sé í blóðinu eða eitthvað sem manni lærist bara ég held að það sé að hluta til í blóðinu svo hluta til það bara í samfélaginu ég þeirri skoðun og þetta svona bara skoðun sem ég kasta fram ég hef ekki einhver ritrýndar greinar bak við þetta láttu vaða en sko ég held að sjálfsmynd Íslendinga sé að hluta til svolítið veik og við þurfum alltaf að spyrja útlendinga how do you like Iceland sko og við þurfum alltaf ofta að fá staðfestingu á meintu eigin ágæti og ég fer ekki vona því að þessi 800 árundu Norðmönnum og Dönum hafi litað þessa þjóð ríkumæli og hún væri bara ekki nógu góð og það grundvalli vannmátt sem einhvern veginn liggur undir þessari keppnisskapi af því að keppnin alltaf bara falin vannmáttur Já. Og þetta líka hvað við erum kannski þá alltaf talað hvað við vorum duglega að skilgreina eins og grænlendingja sem skrælingja til þess að reyna eitthvað upphefja okkur og erum núna kannski mitt duglega mörg að óttast þá sem að koma annar staði frá og setja stað þá byrjar þessi eitthvað svona yfirborða hugsun aðeins. En þetta er aðskilnaðar hugsun egósins. Egóið þarf alltaf að skilgreina sig frá. Já, og fara að keppa við. Já, og fara að bera saman og keppa við. Í staðinn fyrir að tengjast og sjá bara hvað eigum við sameild og hvað getum við byggt saman, hvernig getum við miðlað, þá er þetta að stilla. Ef þú ert í keppni þá skilur þið alltaf frá hinum, er það ekki? Jú, en við erum í heimi sem nærist á egóinu svolítið. En við ættum að vera að stefna því að leysa það upp eins mikið við getum, að renna saman og upplega sér sem part af heild, sko. Einn af hjörðinni. Frekar heldur en að þetta kann að vera andstætt kannski einhverju svona sjálfstæðishugsun einstaklingurinn og einstaklingsfrelsið og það allt saman en ég held að það sé svolítið að fara með okkur þessi ofur áhersla á egóið. Það var kom til mín í spjall kona sem hefur unnið í skólamálum Inga Sigrún, hún hefur skrifað bók raunverulega hvernig leiðtogahæfni og það hljómar svolítið fyrst eins og þú að vera fyrstur í keppninni en það alls ekki það. Það raunverulega að þú ekki að vera hluti af einhverju hjörð sem einhverju raunverulega þá leiðtogi yfir hjörðinni heldur eigi allir raunverulega að vera leiðtogar en leið í tengingunni sko, þú veist, það pínur svona afbyggingin á því annars hvort sértu undir eða yfir. Ég hef svolítið verið hliðstundur kenningum Roberts Greenleaf ég fekk þá heiður að kenna með henni Sigrúnu Gunnarsdóttur upp á Bifröst þjónandi forystu og það svona ákveðin hugmyndafræði bak við hvernig þú leiðir og vera leiðtogi, vera þjónandi leiðtogi og mér finnst þetta alltaf tengið svo mikið við matti þessu guðspjall svo sá fremstiðar skal vera þjónniðar og og fyrst þess að byrja með hvernig óskupunum með maður þjónandi leiðtogi þannig að það er til alls konar vangaveltur og pælingar um það hvernig leiðtogar að vera og kannski erum við með of marga leiðtoga bæði í opinberkerfinu og annars staðar sem eru sem mikromanager eða delegera fáu eða upplifa svolítið þetta hvílir svolítið mikið á þeim en mér hefur alltaf fundist þetta tengist þessari setningu á ensku en able others to act eða gerðu öðrum kleift að framkvæma eða standa sig eða Þú sem fór í forystunni átt að eiginlega hjálpa hinum að standa sig vel En þú náttúrulega þegar unnið í ráðuneytinu
eða stjórnarráðinu, þá lítur hafa séð náttúrulega marga, á þess að minnast að einhver nöfn sko, en þú lítur hafa séð marga komast til valda og taka við embættum og svona og séð fólk fyrir mér sko, finnst mér sko lykilatriði að við kannski fyrir að hugsa út, getum við breytt þessu því við tölum voðalega mikið vald sko, við tölum framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald en byrju, er ekki bara framkvæmdaþjónusta, löggjafarþjónusta og dómsþjónusta og er það að vera kjörinn þingmaður ekki bara, þú fær ekki vald, þú fær bara þjónustu umboð þú fær umboð frá kjósundum til þess að þjónusta á við erum ekki að framselja eitthvað vald þannig að ég held að þurfa að snúa ofan að þessari árhundruða gömlu hefða að tala þetta sem vald, þetta er ekki konungsvald þetta eru jafningjarðinir sem þú kýst og veitið þeim umboð ekki vald, umboð til þess að þjónusta þannig að það er kannski svolítið að byrja því en svo varandi stjórnarráð þá maður séð þetta er tvennt ólíkt sko, þetta pólitísku umboð sem ráðherrar hafa sem koma að inn og það er annað orð, sko, ráð og herra já, bara það er svakalegt orð þú ert bara þjónsins sko, þú ert bara almanna þjóð og svo er það myndvald embættismannana og ég meina ég stundum upplega þegar ég horft á Yes Minister þættina þessi er bara leikinn heimildamynd sko og þetta er stundum svolítið svona því að það er oft þannig að embættismenn eru mjög lengi kannski í starfi 30-40 eða hvað og ráðherrar þeir koma að fara og ráðherrar eru upp að vissu marki háðir embættismannakerfinu af því að í embættismannakerfinu er stofnanaminnið og þekkingin og reynslan og þannig að fljótlega eftir að ráðherrar koma til starfa að þá er þeir svona farnir að stóla svolítið mikið á kerfið og það er bara skiljanlegt en það þarf að vera heilbrigt jafnvægi og heilbrigt dýnamík þarna á milli sko og viðleitnin undanfarin ár hefur verið svo að pólitíkin hefur sagt ég vil vera aðeins óháðari þessu kerfi. Hvernig gerum við það? Jú, svona fjölga aðstofamönnum. Þannig að þeirra markvisst, sko, pólitíkin markvisst fjölga aðstofamönnum. Þegar ég var hérna í Jóhannustjórnin en eftir hrun þá er sko einn aðstofamaður á ráðherra. Núna alltaf konir 2 aðstofamenn hvert ráðherra og ríkisstjórnin kom með 3 aðstofamenn. Þannig að samtals er þetta einhverjir sko, tæplega 30 manns, skilur, sem er aðstofamenn ráðherra eða ríkisstjórnar. Þannig að þú ert í sjálfsvið farin að geta rekið nánast þannilega ráðuneytin án mikillar aðkomið að hjálpar frá kerfinu en jú, þó það þarf að skjala og skráfundi og halda fundagerðir og bóka og svona. Þannig að það er kannski bara pólitíkin, aðstofamennir og efsta lag ráðuneytum sem virkilega hafa einhver áhrif og völd sko. Þetta getur svona verið tvíbent ímyndum að sér sko með valdið að því að ennþá er hugsunin kannski svolítið röng vald, þetta þarf að segja valdefling valdsins er kannski ekki mjög mikil svona valdefling fyrir allan almenning þá? Nei, við þurfum þá að fara frá þessu orði og velta því fyrir okkur og taka umræðan það, getum við tekið upp orðið þjónusta getur framkvæmdavaldi heiti framkvæmda þjónusta löggjavaldið löggjafarþjónusta og dómsvaldið dómsþjónusta. Og hefur þú trúið því að það breytist ýmslegt með því að breytum orð eins og þú veist, eins og í greiningum að vera ekki tala brjálsemi heldur geðræna áskorun Já, ég er samfærður það getur margt breyst með því að skipta orð. Ég meina, maður verður vitnað þessu geðheilbrigðismálum að nú tala andlega áskorun og andlega vanlíðan og andlegt þetta og andlegt hitt. Ég upplýði ákveðin flótta frá forskeytunni geð. Já. Og hver er ástæðan? Ég held bara að fólk vilja ekki tengja að láta bendla sig við orð sem geta verið geðklofi eða geðrof eða eitthvað sem er svona, sem vil alls ekki einhvern veginn margir myndu ekki vilja kannski tengja sig við. Þannig að já, orð skipta máli og hvernig við skiljum þau. Já. Og þá náttúrulega kemur rithöfundurinn sterkur inn að nota orð og pæla í orðum og svoleiðis. Íslendingar eru með þess að þú er svolítið gaman að tala stofnanaminnið og Íslendingar kannski með í sínu stofnanaminni og valdastrúktúr einmitt þetta að vera með þess að minnumáttakend að vera nýlenda einhver staðar og þurfum að vinna úr því en ef við vindum okkur úr þarna stóra samhenginu yfir í þitt fjölskyldusamhengi að þú þar er náttúrulega ákveðið líkamsminni sko sem er áföllin og áfallasagan sem er náttúrulega líka kannski svolítið búið að vera kannski búið að tala tísku eða umrætt er ekki svona komið sem
pínulítil vakning fyrir Íslendinga að tala sko áföll. Og mörgum finnst nóg Já, mörgum finnst nóg en einhver leiti þurfum við kannski á því að halda að skoða einmitt ættartré okkar út frá áföllum og hvernig þau hafa, og eins og þú segir, hvað í föðurættinni þinn ekki talað aldrei talað áföll, sko, eða tilfinningar bara. Já. Ekki unnið úr því. En við erum alltaf bara framlenging af öðru fólki. Já. Ef maður ætlar að sjá svo sem part af heild, þá erum við framlenginga þeim sem koma undan. En myndir ekki segja að sé svona svolítið skýrmerki á milli áfalla sem ekki unnið úr og geðrænna áskoruna? Jú. Þeirra sem eftir koma? Það hefur sýnt sig í gegnum enn ACE spurningalista. Jú, það hefur sýnt sig. Sem mikilvægt að vinna úr áföllum. En svo bara ég veit að það klísja en það rosalega mikil gæfa að geta verið með skynjun sína og hugsun á líðandi stundu. Til dæmis nú sitjum við hérna og ég ger ekki annað en að heyri í einhvern liftara sem er fyrir utan og bíp, skilur við það. Áhorfendur heyra það kannski ekki, en skilur bara að awareness, þetta fína orð sem hann Vésteinn komið hérna Lúðvíksson, varurð. Af því að það er snúið að þýða orðið awareness. Það er svona eins og orðið spirit sem spiritual sem engum hefur almennilega tekist að þýða á íslensku. En hann kemur með þetta orð varurð awareness. Ég hef bara aldrei heyrt þetta orð, sko. Nei, þetta er frábæri bók sem heitir Þögnin talar, sem er alltaf refhverfi sjálfsér. Hvernig þögnin getur, kannski ekki. Þó ekki. Það orð, refhverf. Það er orðið oxymoron á ensku. Það er þversögn af sérstakar tegund. Það er svona eins og grænt stöðunarskyldumerki. Stafinn segir stopp og lítinn segir áfram. Það eru refhverf. Þannig að þögnin talar getur verið refhverf. En í þeirri bóka þá notar hann þetta orð, varurð. Þetta er bók eftir Eckhart Tolle sem að þýðir 2004 kemur út í íslensku. Já. Varurð. En það er það sem kallast öðrum þýðingum, er það núvitund eða? Ekki awareness, nei, ég myndi ekki segja það, awareness. En sko þessi að vera hérna sitta hérna og heyra í þessum, þetta er truflun, sko, svo eru sterk ljós og finna áferðin á borðinu. Svo ertu með steinin þarna og svo er ilmurinn. Ilmurinn sem lánaði mér, þetta er mjög góð lykt, ilmur fyrir. Þetta er svona hérna. Það er bara að vera í þessu, sko, af því að hugurinn er svo ákafur að allan minn hug, að fara að hugsa eitthvað annað, ég að vera þarna annar stað klukkan þess, þetta held ég að hrjá okkur svo mörg þegar athyglisspönn okkar er alltaf að styttast í þessu eilífa áreiti sem við köllum yfir okkur. Af því við veljum þetta sjálf. Við veljum sjálf að taka upp síman. Við séum það til dæmis að meðaltalstölur núna frá Bandaríkjunum sýna það að þú veist 4 klukkstundir og 37 mínútur í símanum á sólhring og tekur hann upp 144 sinum yfir daginn. Og þetta er bara einhvern veginn farið upp. Og svo náttúrulega bara heilmikið, þetta er náttúrulega batteri, þetta er svo alltaf með eitthvað svona rafmagn í höndunum. Og maður það meðvitað að draga úr þessu, því að þú gerir það ekki ómeðvitað því að við erum orðin dópamin fixir á þetta stimuli. En talandi sko taka upp síma, núna horfum við á klukkuna, það er nú 1, ég veit að, og við erum búin að vera að spjalla saman núna í, cirka klukkutíma. Er það? Já. Ok. Tíminn líður dálítið hratt. Gerir það? Og kannski aðeins tæplega. Og þetta mér finnst akkurat skemmtilegast þegar samræða fer bara, sko maður er margar spurningar ennþá, ég er búin að fylgja þér alveg til Austur-Evrópu og hérna og í Borgarfjörðin Þingeyjarsýsluna og svo líka kemur það að því að þú hefur verið í mörgum viðtölum og þú hefur, og við náttúrulega, ef maður fór á leikritið Vertu Úlfur, þá eiginlega komst maður svolítið nálægt þér. Fannst manni, sko, þinn reynslu. Við getum ímyndað að tekið svolítið á og síðan þessi bók og ég er hérna, fyrir það sem er að detta inn í spjallið, þá er þetta helgispjall á laugardagsmorgni og ég heiti Oddný Eir og með mér er Héðinn Unnsteinsson. Fyrst við erum nú búin að rjúfa svona hérna einbeitinguna, sko, þá verðum við að líta á klukkuna og rifja upp hvað við heitum. Þannig að maður er svolítið, einhverju leiti finnst maður eins og maður þekkið svolítið vel, sko. Og
En geturðu, þannig að þú hefur nú ekkert verið, já, þú hefur verið mjög svona örlátur á að miðla þinni reynslu og þetta, þessi skelfilega reynslu sem þú lýsir í bókinni að vera sviptur sjálfræði og svoleiðis og hefur beittir fyrir því. En getur við prófað að ræðum eitthvað svið sem að svona í sjálfu þér sem að ekki pólitískt og ekki ég veit ekki, tengi okkur kannski hérna við ömmuna sem að sagði hvatti pappa sinn til þess að fara á sjóinn eða við þann mann sko, sem að fór aftur upp í rúm ákvað að fara ekki á sjóinn, ákvað að taka ekki þátt í keppninni og hlusta á einsæði sitt. Hann fór svo og sá bróður sem fara og fór eftir honum. Já. Hvar svona núna, þú veist, hvar getur þú tengt þig við þetta núna þegar þú ert eins og einhvern veginn hættur kannski að berjast við kerfin og þú veist, þú ert ekki farin inn í rúm eða svoleiðis, en það eitthvað svona, þú ert að reyna eins og að hlusta á innsæið meira, þú notar meira svoleiðis orð kannski, ekki bara eitthvað, þú ert búin að skrifa allar skýrslurnar fyrir hú og skrifa heilbrigðismál og svoleiðis, er það tilfellið að núna svona, þar sem þú ert staddur í lífinu, hvað á 60-aldri, að þá ætlar að svona hugsa meira þessa vitund varurðina. Já, varurðina og vitundina. Ég fór á málþing laugardaginn síðasta geðheilbrigðismál í Norrannahúsinu, mjög gott málþing og í fyrsta sinn á ævinni þá hlustaði ég bara. Ég spurði ekki spurninga, ég tók ekki til máls, ég var ekki með skoðanir, ég bara hlustaði og það svona kannski þá staði sem mér finnst gott að vera í mitt núna, bara bara og saman hvort ég sitt einhvers staðar og reiki vindil eða við einhverju fólki eða bara vera þarna, bara vera nærvera eða að þurfi ekki endilega þetta kannski þversögn að vera hér þá núna tala í sjónvarpið en skilur hvað við að hvíla bara í sjálfum sér og finnst það bara gott sko og þau eru ekki að sækjast ekkert til neinu eða vera neitt eða áorka einhverju eða bara fara út að ganga með hundinn og hugsa það sko, hugsa aðra. Já. Og vera alveg óhræddur það hvað tekur við sko. Já, þannig að það er sækist þetta neinu þannig að það er svona æðruleysið svolítið. Já, maður segja það kannski, já, æðruleysi. Ég samtidig þetta texta daginn, hann byrjar svona allt mun falli sátt við þinn hjartaslátt þú munt finna mátt við þinn hjartaslátt leitar hugur hátt við þinn hjartaslátt sér hver erfið stund geymir Guðs vitund sér hver trega tár töfrar 1000 ár og svo framvegis en lagið er semst eftir Bill Fay heitir Healing Day og Jónas Sigurðsson hann hyggst vonandi gefa þetta út og það verður gaman en það er ekki víst að koma út, það verður bara komið ljós þannig að ég langar til að sinna þessu meira, það er textagerð og þannig skrifum sko. Ég er svolítið búin að fá nóg af svona pólisíu textum og svoleiðis löguðu. Já, en samt væri nú rosa gaman að fá annað bindið að verða úr. Ég þarf þá að fara í aðra geðveikissveiflu bara og skrifa, nei, ég veit ekki, kannski ég veit ekki hvað kemur þeim vikstöðum sko. En þú er náttúrulega ennþá með sama geðið og þú varst og er það ekki svolítið góð tilfinning að vera bara einmitt að gefa því önnur orð þegar þú finnur ekki ennþá fyrir einmitt þegar hugur verður mjóður eða eitthvað þessar sveiflur eru svo rosalega sko. Þetta er 2 ára sveiflufasi þú ferð í maníu að ég geri það og hún er kannski 3 mánuðir og þú ætti að beita öllu þínu til þess að þú veist, eins og síðastu sem ég fór þá bara, ég var með stein í vössunum ég vaknaði klukkan 4, ég var komin fyrir utan kaffihúsum klukkan 5 að býja eftir og opni reykti pípu og bara út alla jarðir skilur og gæti ekki sofið í rúminu með konu þurfti að vera bara á skrifstofu því ég lit svo illa í svefni nánast gæti ekkert sofið og 3 mánuðir svo tekur þunglindi við og það er oft haft í 2 ár þannig að sveiflufasin er oft
út 2 ár og ég hef farið í 5 svona hringi. Já, í lífinu. Já, í lífinu. Og ég vil forðast að gera það aftur. Já. En utan þess eins og núna og alla daga, að því þetta lita kannski, þessi 5 hringi lita kannski 10-15% af ævi minni. Hin 85% þá er ég alveg bara skapandi og það er mjög gefandi tilveru og mun meira gefandi heldur en að standi í þessu veikindavesni því að það er ekkert verra heldur en eins og þunglynd eftir svona mannjur. Nei. Það er bara, veit ég hvað, fólk átt að segja þá kemst ekki fram úr rúmi sko. Og og ef heimurinn er 100 þá er hann 2 í þunglyndi og 500 í mannju. Og það er ekki hægt að segja eitthvað svona klísju að þessi bara óttin við þetta, óttin við þennan hring, sem að kannski svolítið stuðla að honum eða gera verri. Nei, þennan sjúkdóm þá heldur þið bara við jafnvægislyfin sem er frumefni litjum eða lagmítal eða eitthvað svoleiðis, þú heldur þið bara við það er illskásti kosturinn. Það vill enginn, að því þetta er svo destruktíft ferli og þunglyndið er það svakalegt að það er 17,4% sjálfsvígstíðni fólks með geðhvörf. Hún er svona mjög há og svo hitt líka að þú þarft að leita meðferðar sem þú eins og raflósmeðferð eða bara þess að drepa þig úr dróma þunglyndis og svo veist aldrei hvað virkar, þú fer kannski heila örfun eða tekur þessi lyf og þetta lyf og þetta er eilíf þrautaganga þannig að þetta óskar maður ekki verstu óvinni sínu sko. En treystur á lyfin og svoleiðis og ert í millitíðinni búin að vera að reyna að breyta kerfinu innan frá og verandi í því og svoleiðis en svona þennan stærri hluta lífsins þegar þú ert ekki í þessum öfgum sko að þá ertu kannski bara í eins og fólk er í bara einhverju svona eðlilegri hringrás. Því svo kallaða venjulega fólk ef það er þá til. Það er þá til, já. Nei, ég er að meina þá meira eins og þú sem venjulegur. Ef þú ekki miðað við aðra og tökum ekki keppnina og egoið inn í það, heldur bara ef að þú lítur á sjálfan þegar þér líður vel og ert í varurð og ert í vel. Þá líður mér eins og birkitré á vordegi og tilenga mér orð Snorra Hjartarsonar inn á græna skóga. Ég vil hverfa langt inn á græna skóga inn í laun helgar trjánna gróa þar sjálfur tré gleymdur sjálfur mér finna þrótt frá ungu ljós þyrstu laufi finna visku frá rótum trjánna leita svo aftur með visku trjánna á vit reikulla manna. Þetta er fallegt. Kanntu mikið utan af kveðskap? Aðalega eitthvað sem ég hef bógað saman svo eftir aðra líka eitthvað aðeins. Ég var nú ekki alveg viss hvort ég fór rétt með það. En þetta kom út í bókinni Lauf og stjörnur frá 1967. Hann gaf bara út 4 ljóðabækur sko. Stórkostlegt skáld, Snorri. Já, fyrir bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs sín tíma. En einmitt er mjög svona, það er einhver lausn í að lesa hans ljóð. Já, svona náttúrutengdur sko. En hvað með ástina, svona í þínu lífi? Ég meina hvað, náttúran getur náttúrulega verið hættuleg ef hún er hún getur verið hættuleg en hún er bjargráð eins og þú segir, til þess að halda þér, burtséð frá öllu normi, en til þess að halda þér eins og birkihríslu á vordegi. Hvað þarftu þá að gera og hvað þarftu að vara? Ertu með svona, þú veist, þú ert með geðorðin og lífsreglurnar og ég verð ekkert eftir þessu sjálfur. Er það ekki? Nei. En þetta er búið að hjálpa mörgum. Praktisir ekki að predika. Jú, ég reyni það, en ég treyst á sólina, ég þarf sólarljós, ég þarf vatn, ég þarf jörð og ég þarf loft og svo elska ég konuna mína og hundi minn og svo þykir mér vænt mjög marga, eiginlega alveg flesta sko. Og vinskapurinn? Já. Góða vini og marga kunningja og það skiptir máli þegar að þú kannski lendir í því að vera og lendir í fordómum á sínum tíma, ert búin að fá greiningu og þeir eru ennþá og þeir eru ennþá já. En þá skiptir máli var það ekki að það væru vinir og væru fólk sem að pældu ekkert í því hvort þú væri með einhverja greiningu. Svo skiptir bara svo miklu máli eins og í þunglindisfasa ég góða vinir, þegar ég fer í þá fasa þá bara ger ég mig dagskrá og svo spart fer ég bara út vakna klukkan 7 út og hlaupa klukkan 7 og þá fer ég með kannski inn og fá eitthvað með mér að hlaupa og svo kemst ég bara yfir nokkra punkta yfir daginn og svona kannski líða 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mánuðir.
Þannig að þá ertu með þessi bjargráð þín, sko, þú veist, það er tengslin við mannskepnunar. Hreyfing, næring, svefn. Já, þannig að þú ferð þá eftir geðorðunum. Já, ég... Ertu ekki bara að fara þú þarft ekki að horfa það á ískapinu, þú bara... Kanntu... En það er svona, þú veist, unga fólki í dag er svona svolítið pent mér á því ég fór í Borgarholtsskólanum daginn með fyrirlestur og ég er ennþá með fyrirlestra ef fólk vil hlusta á eitthvað sem ég hef að segja, þá hitti ég fólk og þá var þessi pæling með búaþáttinn, sko. Mörgum á yngri kynslunum þykir ekki óþægilegt með geðorðin og lífsorðin og þau eru allir í búaþætti. En það er mjög öll að snúa mig upp í nafnátt eða, þú veist. Já, gerðu þetta og gerðu hitt. Já, það er að nota andardráttinn eða bara nota andardráttinn. Já. Já, ég held að búaháttu sé ekkert alltaf vinsæll núna í sætgæstinu þeim tíðaranda sem við lifum í núna. Er það ekki bara góð sviti? Jú, að við séum að koma okkur undan á þessum þessu orði ráðherra. Svo svona fingrunum, sko. En þetta þótti ekkert mál hérna fyrir 20-30 árum með svona búaþátt og bara vinsælar ábendingar. En nú, ég held að það sé bara jákvætt að þetta snýst á meira þjónustu, sko. Að stofnanir og kerfið okkar þjónustu okkur. Að við upplifum þess sem þjónustu. Hvað getur gert fyrir þig? En að viðfangi sé aðalmáðið en ekki... Já. En nú ætlum ég að draga þið yfir í þín eigin ævisögu með ástina. Ég verð að spyrja það, sko. Því hún er nú svona svolítið svakaleg. Hún náttúrulega er oft bara svolítið mikil brjálsemi í sjálfur sér og hefur kannski reynst mörgum erfið. Hvernig hefur þú reynst þér svona í þínu geði og þínu... Bara svona eins og umvefjandi flauelskápa. Það reynst mér bara vel, sko. Já, hún hefur ekki reynst þér... Já, hún hefur ekki verið vegur þinn út í bara... Nei, sko hún hefur verið inspirasjón oft, sko einhvern orti kvæði í birtu guðdómsins bjarma þú sér sem í brjósti þér killátu situr þar lýsandi engill ljósir á ferðar sem lifandi kærleik þér flytur. Þannig að ég hef verið inspireraður af ástinni og þannig að hún hefur alltaf verið það en hún stundum nært líka hrossin sem hlaupa á hratt, sko. Það er að nært eitthvað svona oflæti, sko. Og í þannig ástandi þá elskar maður allt og alla, sko. En ég man eftir sérstaklega kringum 92, sko. Þá var ég ástfangin af konu og það fór alveg yfir öll mörk, sko. Þannig lagaði tilfinningin og svo tilfinning svona svolítið nærði oflætið. Já. En svo líður tíminn og maður lærir á þetta líka. Maður lærir á sjálfan sig og eigin tilfinningar og þá kemur sterkt inn, sko, kúabúskapurinn í Lundarækjadalnum. Rútínan og jörðin og praktíkin, sko, praktískur. Skynsemishyggja. Og hvernig er hún... Er það ekki miðflokkur sem tala fyrir skynsemishyggju? Jú, hvernig kemur skynsemishyggjan svona fram í ástinni eða? Já, það bara, taka í rólega og slaka á og vera ekki að hlaupa eftir hennu svona. Svolítið að hvíla í tilfinninginu og rationalisera hana. Svona binda eldin og loftið böndum jarðar. Og er þá ekki komin eitt svona einhver ráðherra of mikið hérna inni við? Nei, það er bara þessi rosa skynsemishyggja. Þegar maður verður svona mannísku, þá þarf maður, ég hef aldrei mist algjörlega innsæið mitt. Aldrei. Í þessum ástandi, þessu 5 skipti sem ég farið svona óbáslega orku hátt tínisvið, sko. Og ég hef bara að opna súlur hérna upp og ég hef farið út úr skinninu og framleiði fólk leitar á mig og alls konar, sko, í svona miklu orku ástandi. En þá hef ég aldrei alveg mist innsæið og það innsæið er alltaf þetta praktíska skynsemis innsæið. Ég er nú ekki gott aðeins að sofa eða reyna að fara í heitt bað eða skilur, og það var eins og 4. lífsorði lifði í punktunum. Það snýst bara um þetta ofur innsæið vegna þess að þegar ég var í þeirri mannínu þá var ég á einu stað, dvaldi ég á fólki og svo fór ég í sund. En staðin fyrir að fara eitthvað annað þegar ég fór í sund, þá fór ég aftur á sama punktin og svo fór eitthvað annað og svo aftur í sama punktin og svo fór eitthvað, skilur. Þannig að ég leitaðist við að jarðbinda mig í þessum sama punkti eftir hverja gjörð. Hinn valkosturinn að fara úr einu í annað hefði bara verið ennþá meira
kaotískur og destruktífur. Þannig að það hvarf aldrei, þannig að þetta fjórða lífsról lifði í punktinum. Það er svolítið dulur. Ég verð að segja þegar maður las það, maður skilur það sko, meðseginu. En nú er ég að skýra það fyrir, það var bara þetta. Og meira þess að það mikró, ef ég stóð á einnig gangstéttarhellu og fór svo eitthvað að tala við einhvern annan og þá fór ég aftur á sömu helluna. Áður en ég fór eitthvað annað. Og svo getur þú tengt þetta líka við bara innra að anda inn í punkti, þinn eigin solar plexus punkt sko. Inn í þinn kjarn. Þannig að þetta er svona, og svo er hitt innsæðis sem það er með viðbragði sko. Þú átt þitt innra viðbragð. Og það er ekkert alveg sjálfgefið að þú leifir því viðbragði að fara út í orðið athafnir og reynum að bara hvíla í hugsuninni. Getur útskýrt þetta aðeins? Það er að segja að þú verður fyrir einhverju stimuli, einhverju áreiti, segir eitthvað við þig eða eitthvað, eða kemur eitthvað hugsun og þá bregstu við því áreiti, innra með þér, einhvern veginn. Já. Og þú átt val hvort þú externally eða sérst bregst við eða ekki. Hvort þú segir eitthvað við komandi, hvort þú lítur á, hvort þú veitur athygli eða hvað, skilur það. Þannig að maður á þetta val mögulegt ytra viðbragð í kjölfar innra viðbragðs. Já, og það er alltaf það, er það ekki sem oft verið að reyna að kenna börnum til dæmis sem að fara yfir í, eða fólki sem fer yfir í einhvers konar stjórnleysi. Jú. Það er að sitja strax sínum. Já, eitthvað svoleiðis, já. og þetta meiri segja þú upplifir að þú hefðir þetta val meiri segja þegar þú varst í sko. Kannski ekki sem allra vestur en ég á allan að þetta val að fara aftur í punktin, já. Ég átti það val. En eins og þú lýsir þessu, þá er þetta náttúrulega bara, já, margir lýsa maníu og hún er svona samkvæmt einhverjum manúali. Hún er euphoric. Já. Hún er svo ofboðsleg lífsorka að þú hlakkar svo mikið til að fara að vakna að það tekur ekki að fara að sofa. Wow, já. Og það er svo, þú ert að drífa þig svo mikið að þú ert búin að taka bílbelti að þér að hún kemur áfangastað. Þú er búin að styrta 5 sinnum niður með að stenda þá að pissa. Nei, skilur, andin er bara komið langt á undan efninu. Efnið hefur ekkert í hann að hlaupa á eftir hennum, sko. Og málæði, kaupæði, það verður bara allt æðislegt. Æðislegt, já. En er þetta ekki samt, getur ekki líka séð þetta sem sko svona mystist, sem dulrænt ástandi þess að þú ert að segja, þú veist, þarf að dæma allt þetta sem eitthvað svona bara veikindi er ekki hægt að, eins og bara í sjamanisma það sem er beinlinni sker. Það er okkar val í vestrænum samfélögum með okkar kerfi og þá þau gildi sem við höfum haft sko að gera það þannig. Auðvitað er þetta mystíks reynsla og það komast upp að millihimnunni og jafnvel sjá eitthvað yfir hana. Þetta er allt saman dulrænt. Það er mér svolítið merkilegt núna með þessi hugvíkandi efni að þá er það talað þau eins og bara sko mjög heilalega og svona eðlisfræðilega sem það sjálfast er sko. Sjálfast stór hluti af þessari mystíki er bara einhver eðlisfræðilegur og í einhverju orkuspíral sem við hefum ekki búin átt okkur á efna á eðlisfræðilega. En sko, það er alltaf skrítið á hvernig við þólum lítið að leifa, eins og var alltaf í samfélögum sko í sjamanisma eða töfralækningum, þú veist, að leifa. Og er enn í Suður-Ameríku og með Ameríku. Þessi efni eru náttúrulega sakramenti í þeim kúltúr. En við erum að taka einhver efni og koma með inn í okkar kúltúr og þá umvefjum við og pökkum. Já. Þannig að þau séu góðar, þannig að þau passin í mannfræðilegt og félagsfræðilegt sniðmátt okkar veruleika. Þar með hljótuður að missa svolítið svona. Já, þau geta gert það, en það verður bara eins og sé mjög áhugavert að sjá hvernig við ætlum að nota þau. Því ég held að veri tvíþætt notkun á þessum efnum, annars vegar í læknisfræðilegum tilgangi þegar að rannsóknir klárast og þau verða innleidd inn í góðkennt eins og segja dönsku og svo hins vegar þessi hliðarveruleiki, þessi jaðarsveruleiki þar sem fólk er að nota þetta í einhverjum athöfnum og hinga og þanga og þá er það meira svona sem er recreational sko, eða fólk sem vil bæta sig eða hvað framgöðum, en hinnotkunnin er bara púra therapútísk. Hún er bara, fólk er hérna með sjúkdóm og þessi efni dögur svona. Það er svona lundaríkjadal. Já, skynsemishyggjan. Já, en hitt er meira svona að leika sér eldum svolítið. Já, svolítið þannig. En svo núna sér maður það að við erum farin að nota ketamín í nefúðaformin á Kleppsspítala við þunglindi. Bæði heilsugæslan og Landspítalinn eru núna að fara í ferðalög, eða sérst ekki til ferðalög, heldur fara til útlanda að kynna sér ketamínklíník. Hvað er aftur ketamín? Ketamín er þetta gamla
hrossa deyfilifið sem notað í svæfingum núna, notað lengi í svæfingum á Íslandi og víða, en þá sérst að fara að gefa það sérst í vöðva bara þannig að það kemur ekki óvart að við myndum nota meira því við þunglindi núna á næstu missurum ef að þeim á Landspítalanum eða heilsugæslunni líst vel á það sem þið sjá í Finnlandi og Þýskalandi sem þeir að fara. Þannig að það svona fyrsta skrifið. Þannig að ég sé bara fyrir mér að kerfið eftir að umfaðma þessi nýju efni leið og ná í gegnum rannsóknir. Ég sé ekki að Ísland verði eitthvað fremst með jafningja eða þar fram til göttunum. Ketamin á bara eftir að koma hérna auknu mæli og svo koma hinn efnin þegar rannsóknum lokið. En áfram verður til þessi jaðarsena sem nú þegar í gangi, þar sem fólk að prófa þessi áfram með þessi efni til þess að finna snútur í hvað tekkar í lífinu sko. Heldur er ekki jákvætt bara þessi tilraunamennska eða finnst þér svo framalega sem það skadar ekki aðra eða sjálfan sig á meðan. Já. Þetta kannski stundum svolítið áhætt ekki ef að fólk ekki með vinum sínum eða einhverjum sem ég skilst að þá skiptir sett og setting höfuðmáli og eins líka undirbúningur og eftirfylgd. Það kannski skort upp á það eftirfylgd. En það þarf klárlega að vinna úr svona reynslu. Já, þannig ef að þú ert að upplifa eitthvað mjög til dæmis. Þið hittir Guð og hittir dauðan og hittir eitthvað fólk. Þú þarft að geta talað um þetta eftir á. Já. Við einhvern aðeila sem getur hjálpað með að vinna úr þessu. Af því þetta er svo merkingabær reynsla, oft og á tíðum. Og svo skilst mér líka að fólk sé að lenda kannski í svona, að upplifa svona erfiðari ferðalög en þetta þarf allt utanumhald. Þannig að oft verið að tala með mitt að þetta sé hægt að vinna úr gömlum áföllum í ættartrénu, þú veist, og þá þurfur við samt einhvern veginn að fara í gegnum og þá þarftu náttúrulega að fá einhver aðstöð að vinna úr því. Já. En er það ekki líka hægt að segja til dæmis þá ef þú ferð í maníu, þú veist, og þá er þetta gefa þér hrossalyf eða eitthvað eða jarðefni bara, líþjum, en er ekki hægt að líka er ekki mikilvægt, þú veist, að þú fáir eitthvað til þess að vinna úr eitthvað til að ræða við til að svona. Það mjög mikilvægt. Það kannski skortur oft á því. Mín leið var að skrifa bók bara til þess að, þú veist menn að ég mundi svo mikið og það skilaði sér að muna hvernig albanska mafían birtist í gegnum Kiss FM og skilur muna allt en að gæslappa vitleysuna. Já. En þannig að ég þótti það dýrmætt að muna þetta sko. En er ekki heldur trúru á samræðuna þannig að það sé mikilvægt til dæmis eins og fyrir ungt fólk sem að kljást við alls konar að það væri miklu stærra svið eitthvað það sem að innan í okkar svona kerfi þar sem að fólk væri bara hægt að tala við fólk sko. Já, ég trú á mátt og heilun samtalslækninga en ég held að það svið sé alveg til sko, bara að kostar svolítið að fara til sálfræðinga en það að tala við fleiri ég veit marga góða presta og það alls konar fólk sem er líka hægt að tala við sko. Og þegar þú ferð í skóla og svoleiðis finnur ekki að það þér vel tekið og fólk hefur þörf fyrir að tala og tjá sig svona? Jú, annars finnst mér betra að tala bara með eldra fólk núna. Nei, ég finn bara að ég hef ekki farið lengi í skóla, ég fór mikið áður fyrr, en ég fór hann daginn og þá fann ég, þennan 35 ára aldursmun, sko. En ekki þannig, en ég bara veitti það athygli en samt að ungt fólk alltaf að spá í svipaða hluti held ég, hvaða kynslóð sem er. En hvað er punkturinn þinn núna? Er hann að fara út að ganga með hundin og tala við sjálf þig og... Ég tala ekki við minni. Er það ekki bara skrítið fólk sem gerir það? Tala með sjálf þig? Nei, punkturinn minn er bara innra með mér. Bara hvar sem ég er. Ég veit, en svona fysiskt sko? Já, fysiskt, já. Ég geng með hundin og ég passa maður að fara aldrei sama hringinn. Það er svo hollt fyrir heilan að breyta til. Að gera eitthvað nýtt, gera aðra leið í vinnuna eða hvað þú vilt sko. Nú þannig að þá er svolítið svona hvað kallaður þetta, þarna rauða stöðunarskildi, græna stöðunarskildi, þú átt að gera allt, punkturinn er samt að gera ekki það sama. Já, punkturinn er að gera ekki það sama en punkturinn er svo sami, punkturinn er heimili hvers manns. Það er kjarninn hans en fyrir utan innra kjarnar sem er í þín eigin veru en external punkturinn er heimilið þitt.
Heimili, sko, bara raunverulegt heimili. Raunverulegt heimili, Já. Þannig að það skiptir máli að þér líði vel inn á sín eigin heimili. Já, og að allt sem þú farir út frá heimilinu og aftur á heimilið. Þú veit ekki að fara margar staði þessa milli, en að heimili sé einhvern veginn þín helgu þín gríða staður. Og svo náttúran að fara reglulega út í náttúruna. Já, svo reglulega út í náttúruna. Já, þannig það. Ef að segja þetta gott í samræðunni núna að þessu sinni. Þú segir til. Að því við getum alveg byrjað sko 10, ég sé alveg 10 sko leiðir til að fara áfram í samræðunni allavegna, en ég held að við bara segjum þetta gott og förum inn í punktinn. Og ég þakka þér kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Þótt þú sért í þessu, þú ert svona kannski minna í fjölmiðlum og svoleiðis en þú varst. Ég vil ekkert vera í 2 ár. Nei. Meðvitað tók ég mig bara pásu, hlé. Af því að ég held að það sé líka svo mikilvægt að hvíla sig á því, sko. Af því að maður hefur frekar eitthvað nýtt að segja hefur maður verið þögull í 2 ár. Það er líka kannski að koma í svona helgispjall, þá erum við ekkert að keppast við að koma inn á framfæri eða samfæri neitt umneitt. Þetta er bara þetta er eiginlega tilraun svona til þess að dvelja í stundinni. Já. Og takk fyrir það að koma og vera með okkur, og ég þakka hlustendum og áhörfundum fyrir að vera með okkur í þessari stund, og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að eiginlega einhvern veginn galdra það, svona hún er dálítil seiðkona, galdra þessa samræðu yfir til ykkar og ykkur yfir til okkar líka. Maður finnur nú svolítið fyrir maður finnur fyrir einhvern veginn hlustendum, þótt að maður veit ekkert hver er að hlusta, þá finnur maður stundum fyrir þeim hérna við Rauðaborðið. Og ég heiti Oddný Eir og segi nú bara góða helgi. Framundan er nú dagskrá við Rauðaborðið. Á morgun eru synir Egils að ræða pólitíkina og bara okkar samfélag í svona taka púlsinn. Og svo byrjar vikan við Rauðaborðið þar sem við reynum eins og við getum að ræða samfélagið og skilja það. En við segjum þetta gott í bili. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni.